Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komiði sæl og blessuð, eins og alltaf á miðvikudögum þá fjöllum við spillingu í einni eða annari mynd. Það stutt á milli blaðamennsku og spillingar í þeim skilningi að mörg blaðamennskan leitast við að veita spillingu aðhald eða upprætana. Skilgreiningar á blaðamennsku eru hins vegar fjölmargar og kannski má segja að engin ein hafi orðið ofan á. En áður en ég kynni gest þáttarins í dag langar mig til þess að vitna hérna í ansi fallega skilgreiningu á blaðamanni. Hún tekin úr þessari bók sem þið sjáið hér, ævisaga Valtýs Stefánssonar sem var ritstjóri Morgunblaðsins til langs tíma, mjög merkur fjölmiðlamaður á öldinni sem leið, og hann segir hér blaðamanninn: á hverjum degi verður blaðamaðurinn að finna til þess að blaðamennskan, hinn daglega þáttaka í öllu því sem gerist og máli skiptir, gróandi þjóðlífsins á öllum sviðum, lífið sjálft. Nú á þessum tíma báru menn sannlega mikla virðingu fyrir blaðamennskunni og viðmælandi minn, ég hef alltaf borið virðingu fyrir honum sem blaðamanni. Hann heitir Þórður Snær Júlíusson, velkomin. Takk. Hvernig fannst þér skilgreining Valtýs Stefánssonar á blaðamanni? Hún var hófleg, falleg? Já, falleg. Já. Sko, við ætlum að ræða spillingu hérna eftir, en mér langar aðeins að kynnast svona því hvernig þú dast inn í fjölmiðlun á sínum tíma. Hvað til dæmis langt síðan og hvar þreifaður fyrir þér fyrst? Ég datt inn í fjölmiðla óvart, eins og svo margir aðrir. Já. Fyrsta starfið mitt í fjölmiðlum var á blaðinu, já, sem var fríblað sem var stofnað hérna, til höfuðs fréttablaðinu hérna, já, snemma á þessari öld, já. Verið hausti 2005. Já. Þá var vinur minn var að vinna þarna í umbroti og það vantaði fólk og hann svona mælti með mér. Það sé ykkur text eftir mig og ég hoppaði þar inn og vann í alls konar, gerði bíla aukablöð og bar saman bestu kjúklingana sem voru seldir heilir í hinum og þessum verslunum en fór svona, fettaði mig síðan inn og var farin að skrifa bara fréttir undir lokin, var náttúrulega bara í nokkra mánuði og fór síðan í heimsreisu og ætlaði aldrei að verða blaðamaður. Ég mentað mig tekið stjórnmálafræði í háskólanum og svo meistaragráði í alþjóðlegum og evrópskum stjórnmálum í Edinborg og það var mér augun á því að fara að vinna í alþjóðakerfinu. Eins og margir samnemendum mínir í því námi, alþjóðastofnunum eða slíku og allt var svona einhvern veginn tímabundið sem að vera að gera fram að því. En svo kom ég heim eftir að hafa farið í bakbókaferðalag á heiminn og svona, en þá bara hvað að finna mig eins og margir á þessum aldri og þá atvikaðist það þannig að Ægir Þór Eysteinsson, vinur minn, æskuvinur minn, var að taka stöðu hjá RÚV einhvers staðar úti á landi og var hætt á fréttablaðinu. Akureyri? Og já, manni hvort það var austan Akureyri sem að byrja, sennilega Akureyri. Og mælti með mér og ég fór í viðtali á Jóni Kaldal sem síðan bara fínn vinur minn og hann spurði mig hvort ég spilaði fótbolta út af því að fjölmiðlamótið í fótbolta var framundan og ég sagði já, markmaður með sig og hann sagði bara ok. Þannig að hún mætti bara mánudaginn og ég fór á fréttablaðið og var þar í eitthvað tíma og það var Trausti Hafliðason, nú þetta ritstjóri Viðskiptablaðsins, ráðinn sem ritstjóri blaðsins, við gamla vinnustæðar og bað mig að koma með sér og ég fór með. Trausti var síðan reikinn bara mjög skömmu síðar og þá var mokkinn keypt allt saman, allt hlutaféð á Rókur. Ólafur Stephensen var svona settur í pröfurensli sem ritstjóri á þessu fríblaði og nafninu breytti 24 stundir. Og það var síðan fyrsta fyrirtæki sennilega sem fór á hausinn eftir að bankahrunni skall á. Ég held að síðasti útgáfudagurinn hafi verið 50 dagurinn í bankahrunnsvikunni og öllum sagt upp á föstudagsmorgnunum nema okkur örfáum sem vorum færð selflutt yfir á Mokan þar sem Ólafur var þá tekinn við sem ritstjóri. Og við tókum bara sennilega lærdómsríkustu og skemmtilegustu tímar sem ég hef átt í blaðamennsku að ég hef oft lýst þessu þannig að alltaf
útgáfufyrirtæki var gjaldþrota, það var upp á náð og miskun banka á glennir í kennitölu komið og fyrir framan okkur var bara mikið haugur af einhverju sem við þurftum að fara að grafi okkur var eitt teskeið og svo bara hefðu farið að útskýra þetta fyrir fólki hvað gerðist hérna og þannig starfaði ég bara ótrúlega sennilega lærdómsríkasti tími sem ég hef átt í blaðamennsku vegna þess að breytist allt yfir nóttu aðgengi að upplýsingum og hvernig fólk talaði um þetta verkefnin alveg óraunverulega mörg sem þurfti að takast á við og fjölbreytt bæði það sem síðar reyndust vera glæpir, alls konar sem hafði áhrif á venjulegt fólk alþjóðamál í tengslum við ICEF-deiluna og allt sem var að gerast hjá Íslandi samskipti við alþjóða gjaldeyrissjóðinn og styrur sett gjaldeyrishöft og bara allir fyrir áhrifum sem að labbaði um miðbæinn og þetta var bara eins og í einhverju upplausnar ástandi í einhverjum heimi sem var mjög fjarri manni eldar kveiktir og alls konar þannig að þarna starfaði ég fram á haustið 2009 þegar nýjir ritstjórar tóku við það voru eigendaskipti kom hópur og keypti Árvakur snemma ást 2009 og sagði síðan Ólaf upp og Davíð Oddsson og Matthías Jónsson tóku við þarna haustið og stuttu eftir það sagði ég upp og fylgdi mínum þáverandi yfirmanni á Mokkanum Björgvini Guðmundssyni yfir á Viðskiptablaðið. Hvers vegna sagði þér upp? Aðalástæðan var einfaldlega svo að Björgvin hefði verið ráðinn í stöðuna sem Haraldur Jóhannesson var í áður. En var einhver svona og hann fylgdi hann vildi fá mig með og ég og Magnús Halldórsson kollegi minn fóru með. En hvað fannst þér með að Davíð væri orðinn ritstjóri? Mér fannst þetta ekki henta og ég hef sagt frá því áður að það kom upp sena sem ég var að skrifa frétt sem var mjög almenn frétt, það var tilfærslu á máli frá fjármálaeftirlitinu yfir til sérstaks saksóknara saksóknara efnahagsbrota, ég man ekki hvort að það var á þeim tíma að fjármálaeftirlitið að vísa máli sem snerist Baldur Guðlaugsson fyrrverandi ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytinu og svo frétt var ekki birt og þrátt fyrir að ég og Björgvin og Egill Ólafsson heitinn, þá var þetta fréttastjóri Morgunblaðsins hefðum svona kallað eftir skýringum, þá fengust bara þær skýringar að það veru betri upplýsingar sem lægi hjá ritstjóranum en okkur og svo bara en á þeim tíma var ég búinn að segja upp þannig að það var engin katalist í því, ég fekk bara hætta aðeins fyrr og RÚV sagði þessa frétt síðan nokkrum dögum seinna vegna þess að þetta var auðvitað fasti, þetta var ekki eitthvað sem var huglægt mat og mjög einföld frétt og mjög tíðar svoleiðis fréttir á þessum tíma þegar að vera að rannsaka hann sem mikið. Já, og á þessum tíma á Morgunblaðið svona í huga okkur að vera hafið yfir þetta að láta fréttir hverfa sem að Já, Morgunblaðið þetta með rosalegt afl á þessum tíma, þannig með 40% lestur og ennþá eins og Morgunblaðið var í æsku minni að Morgunblaðið var að mörguleiti blað sem allir landsmenn gátu tengt við þótti tengt ekki við pólitíkina og pólitíkin kannski var oft tíðum lúmskari í Morgunblaðinu við höfum að venjast í dag og hún var svona almennt var lögð áherslu á það að Mogginn væri mjög breiður og með mikla skírskotun til sem flestra, það getur allir fundið eitthvað með mjög metnaðarfulla lesbók, frábæra ljósmyndara, metnaðarfullar íþróttafréttir, landsbyggðin, allt þetta þannig að fólk getur verið með tengsl við hann. Já, það má halda fram að Morgunblaðinu hafi tekist áratug eftir áratug að vera fréttablað allra landsmanna burt sér frá pólitíkinni. Engin vafi, þegar ég var alast upp þá áttaði ég mig ekki á því að það væri einhver áður en ég byrjaði að pæla eitthvað í pólitík og ég las bara bíófréttirnar og íþróttafréttirnar og allt þetta. Ég aldrei, ímynda mér aldrei að Mogginn væri einhvers konar pólitískt animal. Nei. En auðvitað var hann það þegar á reyndi og það er engin það er engin feluleikum með að maður lesti til dæmis bækur Styrmis Gunnarssonar þegar hann er að lýsa því hvernig Mogganum var beitt þegar pólitíkin þurfti á því að halda hvort sem það var pólitík innan flokks í Sjálfstæðisflokknum eða á stóra sviðinu. Og sumir segja það nokkuð augljóst þessa dagana eftir stjórnarskiptin.
núna í dag Já, þetta auðvitað allt önnur skepna í dag og hún líka auðvitað lesin af miklu minna mengi lesturinn á Morgunblaðinu núna rétt yfir 20%. En áhrif frétta þeirra samt ansi mikil því að það eru flestir fjölmiðlar sem oft taka upp fréttir á MBL og sem vekja athygli og svona. Já, en fjölmiðlalandslægi auðvitað á mjög vondu stað. Það fjölræðið er mjög lítið. Krafturinn í einkareknum fjölmiðlum því miður bara mjög lítill og minni en ég man eftir. Það ekki? Jú. Mér finnst þetta líka. Allan að tíma, þú veist, ég fari í gegnum mörg af þessu svið eftir ég hætti á Morgun og fór á Viðskiptablaðið, svo fór ég á Viðskiptablaðinu og gerist viðskiptaritstjóri Fréttablaðsins og munun á Fréttablaðinu því ég vann þar 2007, 2006 og 2007 og svo þegar við varum 2011 til 2013 hann var himinn og haf þegar maður sá hnignunina þú veist, bara í fjölda starfsfólks í kröfunum efnisframleiðslu í því hvað voru margir reynslumiklir og getumiklir fjölmiðlamenn horfni frá og margir eru þetta mjög efnilegir kannski komnir í staðinn en það þetta þú veist, þetta var bara svo blasti svo skýrt við einhvern veginn bara í fjöldanum og kannski getunni og svo hefur þetta bara farið niður á við síðan og við mistum rosalega mikið þegar Fréttablaðið fór sama þótt að það var, ég held að öllum augljóst að viðskiptamódelið myndi ekki ganga upp til lengdar þá allavega maður var alltaf óskaðis að þau myndu finna einhvern takt sem þetta geti gengið áfram vegna þess að það svo nauðsynlegt að vera með 2 dagblöð í samkeppni við hvort annað einmitt þessar daglegu fréttir þannig að það sé ekki bara einn einhverjir fjölmiðl sem slær einhvern veginn taktin í allir pólitíski narratífu. Þannig finnst mér þetta dálítið vera í dag og það miður en það mikill vilji ég hjá nýjum ráðherra fjölmiðlamála að adressa þetta. Sko okkur fannst ástandið eiginlega nógu veikburða og slæmt þarna nokkrum árum eftir hrun þegar þú fer svo gengur í það að ásamt öðru fólki að stofna þína eigin fjölmiðla en það sannarlega það gat versnað enn og þetta eru 10 eða 100 starfa sem eru komin út úr geiranum og það mjög erfitt að átta sig á því hvað eru margir í blaðamennsku vegna þess að blaðamannafélagið sjálft segist gefa upplýsingar fjölmiðla nefnd hefur ekki upplýsingar við erum í sama félagi, almannatenglar og blaðamenn sem mjög áhugavert en mér ekki ótt að segja það að svona ein af ástæðum þess að þú fer svo út í þinn sjálfstæða fjölmiðlarekstur svo að þú brennur fyrir því að styrkja aðhalds- og eftirlits hlutverk fjölmiðla og þar á meðal að veita alls konar viðskiptagjörningum og umsýslu hér sem að stundum vafasöm og stundum hrein spilling aðhald. Jú, sko ungæðisháttur rosalega vanmetinn kraftur og maður finnst einhvern veginn stundum þegar maður ungur að maður geti allt og svona miklu minna móttækilög fyrir að gera nokkra málamillanir og og mér fannst þetta búið að vera erfitt að vinna í þessu umhverfi þar sem andlag fréttanna var oft til umfjöllunar. Við erum búin að vera sérhæfum í viðskipta og efnahagsmálum og pólitík og búin að vinna á Morgunblaðinu þar sem þú varst með útgerðarfólkið og sem var líka mjög djúpt í bönkunum á þeim tíma og fyrrverandi forsætisráðherra og seðlabankastjóra sem var risastór breyta í uppgjörun og hrun allt í náni ritstjóri og svo Fréttablaðinu þetta bara með Jón Ásgeir og Ingibjörgu konu hans sem eigendur og ég bara, þetta var svona bara tilfinningi, það ekki tækt að gera þetta í þessu umhverfi. Það alltaf bara fólk sem einhvern veginn, annarkot fólki sjálf sem eigendunir eða fólk á þeirra vegum sem sitja í stjórnum eða í stjórnunarstöðum alltaf einhvern veginn að pikki þig fyrir það að fjalla hlutina með ákveðnum hætti og
og okkur fannst við vera ægilega reynslumiklir og okkur fannst úr sig gengnir skilur á þessum tíma, 32-30 ára gamlir ég og Magnús sem fórum fyrst á stað með kjarnahugmyndina og svo henni sem bættust við Ægir og Gísli og Hjalti og og við tókum langir vinnudagar bara tókum þessa ákvörðun þetta þetta galin ákvörðun að taka setjast niður, við erum 6 nokkrir æskuvinir úr Laugardalnum bræðurnir Ægir Þór og Gísli Eysteinssyni og Hjalti Harðarson og ég og Magnús Halldórsson sem hafði unnið með mér í töluverðan tíma þá og svo tókum við Birgir Þór Harðarson sem núna yfir vefnum hjá RÚV sem var bara krakki og var að vinna í Umbrotunni og Fréttablaðinu og svo Þórunn Elísabet Bóðadóttir sem var með okkur, hún var í námi samhliða út í Edinborg en var með okkur þarna í byrjun á hópnum og settum 1 milljón á haus fengum 1 utanaðkomandi fjárfest sem var vinur okkar sem setti 1,5 og svo bara lag go, við ætlum að endurskilgreina fjölmiðlun á Íslandi talið í út af því að iPadin eða spjaldtalvan hafði verið jólagjöf ársins 2012 og ég var bara samfærður það að núna verður núna allir neita frétta á spjaldtölvu hérna í frá og byggu til appmagasín mjög high-end appmagasín með löngum fréttaskýringum og djúpum öll áherslu á dýpt og gæði en ekki smælki einn útgáfudagur í viku bara náður í appið og lesið þetta á snjallsíma eða í spjaldtölvu til þess að lesa þetta Áskrifanda módel Nei auglýsingamódel sem eru þetta fyrstu feillin og svo förum við á stað og við vinnum allt sumarið bara launlaust og gáum út bók og Magnús til þess að fjármagna eitthvað að þessu fyrstu bókina sem við gáum út og menn eru svona bara, ég er svona æfingum til þess að hafa í sig og á og svo er þessu launchað í ágúst og fær rosalega mikil viðbröð byrjum á algjöru sprengju með viðtal við Sigmund Davíð sem er forsætisráðherra á forsíðunni og við erum með leyniskýrslur sparisjóðin í Keflavík sem voru mjög opinberandi sem var stórt neykslismál á þeim tíma og fáum FME á okkur í fyrsta kastið að hóta bara að loka sjoppunni ef við tökum ekki skýrsluna úr birtingu, við birtum gögnin með og alls konar svona og þannig að þetta var stuð og gríðarlegur áhugi og athygli á miðlunum strax hann varð mjög og velvilji og fljótt svona mest uppikkaðasti miðlinn, það er að segja við vorum bara aðrir miðlar vitnuð í okkur vikulega þar sem þegar við komum út en það var augljóst að við höfum gert mörg regin mistök í forminu business model það voru bara börn sem voru að nota spjaldtölu til þess að spila ykkur að leiki en ekki fullorðið fólk til þess að lesa djúpar fréttaskýringar og stöðu efnahagsmála og flestir voru að lesa kjarnan í PDF útgáfunu sem við settum á veginn og þannig hörkuðum við gegnum fyrsta árið með mikinn velvilja en langt undir áætlunum varandi tekjur og menn týndust úr hópnum og svo svona eftir rúmt ár þá var þetta bara raunlega make or break staða við fengum inn utanaðkomandi fjárfest og tæknigeiranum Hjálmar Gíslason og Vilhjálmur Þorsteinsson sem leiddu það og komum með smá peninginn í þetta og við fórum og snérum módelinu við og urðum bara vefsíðan sem var rekin á auglýsingatekjum og svo þessu styrktarmódeli sem er svona svipað og Guardian er að reka sig þannig að þetta eru valkvæðir styrkir og þannig var kjarnin rekin alla tíð á meðan hann var sjálfstæð eining Svo líður tíminn og það kemur að því að Stundin og Kjarnin sameinast í Heimildina síðan höfum við ég tók nú saman sjálfur bókum Spillingu sem ég skrifaði mestu fyrir 2 árum þá fór ég nú einu sinni að tvisvar í heimsókn til ykkar á Heimildinni til þess að taka viðtal við Helga Selja en sko flestir sem ég hitti þarna innan hús á þeim tíma þeir eru hættir blaðamennsku komnir eitthvað annað og þú varst nú, mörgum hafði nú sviðið undan penna þínum það má kannski segja að er það ekki rétt greint hjá mér að í stað þess að þú sért svona alltaf í fréttum þá færir þið meira í greiningar eftir því sem að þínum blaðamannaferli vindur fram pistlarnir þínir þú ert að reyna svona að halda utanum flókin veruleika skrifa mikið efnahagsmál getum við ekki sagt sem svo að þú hafir svona litið á hlutverk þitt sem greinandi í samfélaginu
Jú, ég held að það sé ekkit fjarlægi en ég skrifaði þetta alla tíð mjög mikið og skrifaði alla tíð mest allar á ritstjórni hvort sem í fjölda efna eða fjölda orða og jafnhendis leiðara stærri rannsóknarefni, fréttaskýringar svona almennari fréttaskýringar og stundum bara smæri fréttir þegar við átti það svona kannski bara galskapurinn í mér líka að ég setti ekkit fyrir mér að hlaupa í flest verkefni en minn fókus, það sem ég vildi helst vera að gera var að vinna í dýpri greiningum á því sem var að gerast á hennu pólitíska sviði og hennu efnas- og viðskipta pólitíska sviði og svo sem fylgir því að vera ritstjóri var þetta mikið mannahald og styðja við aðra sem að vinna í efnum og skrifa leiðara og ég lagði alltaf mikla áherslu á þegar leiðara skrifunum að vera ekki bara huglægur heldur greinandi og vísa, undirbyggja það sem ég var að skrifa með vísun í staðreyndir tölulega staðreyndir eða eitthvað skona gögn það fannst mér heillavænlegasta leiðin til þess að skapa kannski þann trúveruleika sem ég var sækist eftir og þetta vantar kannski svolítið núna þetta samhengi hvers vegna fannst þér svo mikilvægt vegna þess að það alltaf eitthvað sem keyrir mann áfram, það einhver til þess að nenna að vinna svona langa vinnudaga eins og margir fjölmiðlamenn nenna að gera ár eftir ár og tilenga sér eða helga sig einhverju svona umfjöllunarefni það eitthvað sem við getum kallað kannski réttlætiskennd eða það er eitthvað svona það eitthvað sem knýr fólk áfram hvers vegna sást þú það fyrir þér að það veri mjög mikilvægt að veita til dæmis íslensku viðskiptalífi efnahagslífi aðhald hvað það, hver eru einkenni Íslands, legu okkar og viðskiptalífs sem leiðir til þess að við þurfum blaðamenn sem fjalla reglulega hættu á spillingu hagsmuna árekstra og hvenær sérhagsmunir eru teknir fram yfir almannahagsmuna? Góð spurning. Það þannig sögulega var sérstaklega fyrir bankarunum var gríðarleg meðvirkni með því sem var að gerast í efnahagslífinu og viðskiptalífinu. Í efnahagslífinu í þeim skilninga hér var mikið af regluvæðing og mikil trómusólu það að það veri heillavænlegast að eftirlit væri í lágmarki og leyfa mörgum dálítið bara að fylgjast með sjálfum sér. Þetta væri nú allt undrabörn sem væru þarna í bílstjórasætunum. Stofnanir lagða niður ef þurfti og úrskurðum opinbera embættasnúið og svo kemur bankahrunið og það gripið til alls konar aðgerða sem við njótum enn í dag það að setja svona checks and balances á það til dæmis gríðarlega háar eiginfjárkröfur á banka til þess að tryggja að það gerist ekki aftur að bankarnir eigi ekki fyrir því sem þeir segjast eiga og falli með þeim hætti sem þeir gerðu með þeim gríðarlegu samfélagslegu áhrifum sem það hafði. Hafa farið í það að fara að rannsaka efnahagsbrot með hætti sem var ekki gerð þannig einstæðar annars þær í heiminum. Settur upp sérstakur saksóknari og setti miklu fjármunir í fjármálaeftirliti til þess að fara inn í þessa banka og skoða brot og endanum ákæra fyrir brot eins og markaðsmisnotkun og alls konar fjársvik sem er einstakt á heimsvísu og svo dofnar þetta allt einhvern veginn hægt og rólega aftur og á Íslandi ríkir eitthvað sem ég hef alltaf skilgert. Það sagði við mig Ólafur Þór Hauksson einu svona sérstakur saksóknari, ég var að taka viðtal við hann kallaði þetta strókuspillingu og mér fannst þetta hugtak sem náði svo vel yfir það sem á sér stað á Íslandi að þetta ekki svona spilling þar sem menn eru með skammbysur eða brún umslög þetta svona ég strík þér og þú stríkur mig tilbaka þegar mér hendar
spilling og hún á sér stað, það svona grátt svæði í íslensku samfélagi það sem efnahagsmál, viðskipti og stjórnmál mætast og það rosalega margir sem búa á þessu gráa svæði tengslin eru þetta mjög mikil hérna umfram það sem gerist í mörgum öðrum samfélögum og vegna þess að við erum bara lítil þjóð og ef þú þekkir ekki eitthvað þá þekkir eitthvað sem þekkir hann og þess vegna er mjög óljóst að sjá hvað skilin verða, ef þú skilur mig á milli þeirra sem eru hérna búa á þessu svæði, þessu gráa svæði. Og alltaf þessi háski ef þú ætlar að gagnrýna eitthvað opinberlega, málefni, að þú stuðir einhvern persónulega og að það sko verði vandi. Já, ég meina, það er það sem er svo rosalega erfitt við þetta, þú myndist á það hérna áðan að starfandi í fjölmiðlum hefur fækkað miklu meir en helming á örfáum árum sem eru þetta bara gríð og margir af þeir sem að farið út er fólk með mikla reynslu og getu og þekkingu og ástæðan hjá mjög mörgum er auðvitað er þetta vondur vinnutími og auðvitað er þetta lág laun en hjá mjög mörgum er þetta áreitið áreitið af því að alltaf vera kritískur blaða eða fréttamaður í svona litlu og nánu samfélagi það er sannarlega ekki fyrir alla og getur reynst mjög erfitt. Þá er vænlegra að taka þátt í strókuspillingu eða loka augunum fyrir því sem betur mætti fara. Já, eða bara fara að gera eitthvað annað. Eða bara fara að gera eitthvað. Eitthvað sem útheimtir ekki það að þú þurfur einhvern veginn að vera að díla við afleiðingar vinnunæðinar í öllu fjölskyldubúðum sem þú ferð í eða þú veist alltaf að rekast á viðföng fréttanæðina í ræktinni eða matvörubúðinni og eða þú veist, ef þú hættir þér á eitthvað öldurhús að það komi einhver vel ölvaður sem tengist einhverju sem þú er einhvern að fjallaðum og helli sér yfir þig eða jafnvel reynir að beita þig líkamlega ofbeldi, skilur þetta er bara raunveruleiki en þetta bara gerist og hefur gerst oft þannig að ég skil rosalega marga sem eru líka bara komnir með fjölskyldur og það er eitt að byrja af einhverjum eldmóði og fá þessa bakteríu og þú ert bara ungur og þú ert áhyggjulaus og þú ert vitlaus og þú gerir mistök og þú ert bara þú ert ábyrgðarlaus og svo bara held fer inn í lífið og allt breytist hjá þér, skilur, þú veist bara hvernig það er að fara í gegnum lífið, bara viðhorfiðin breytast og þú þroskast og þú eignast börn og þú eignast ábyrgð og þú eignast húsnæðislán og allt þetta og það auðvitað kannski á einhverjum tímapunkti sér bara, er þetta allt þetta, er þetta þessi virði að standa í þessu, að vera alltaf með eitthvað lið að æli bóga yfir þig á samfélagsmiðlum eða internetinu eða einhverja brjálaða bloggar á bakinu í mörg ár eða hvað sem er. Ertu að segja það að þú... Og það er alveg, þú veist, ég skil bara margar sem taka þá ákvörðun á einhverjum tímapunkti, ég er bara búin að afplána mitt, sko. Ég er En þú ert svolítið að segja að þú hafir orðið sjálfur fyrir mjög miklu áreit í þessum störfum þínum. Já, og ég bara hefur verið að gera þau upp líka bara á undanförnum mánuðum, þú veist, eftir að ég hætti, og þetta er sennilega bara miklu meira en maður þorða að viðurkenna fyrir sjálfur sér. Já, maður deyfir sjálfa sig á meðan á því stendur. Bara brynja sjálfa sig gagnvart því, kannski margt sem er ekkit eðlilegt sem að bara einhvern veginn að ganga út frá væri eðlilegt. Ofbeldismenning. Já, ég var með svona það sem ég kallaði tengdamömmu-check og tengdamömmunni var ofboðið fyrir mína hönd þá þurfti ég að taka það alvarlega og það gerist aðeins oft á síðustu metrónum allan þá var henni farið að ofbjóða að sér reglulega þannig að en þetta er alveg klárt, þetta er ekki margt af því sem hefur verið í gangi gagnvart fjölmiðlafólki er ekki í lagi og ég er ekki bara að tala um sjálf mér, ég tala um fullt af fólki sem hefur verið að starfa í þessum geira og hefur verið kannski með það svona front and center að vera krítískt. Já, þannig að einkennisvandinn er smæðin. Það er bara breyta sem að... Já, sko, svo var það bara líka, ég ætla bara að segja, þú veist, það var rosalega áfall að þegar við verðum fyrir þessari lögreglurannsókn fyrir norðan, að vegna þess að það er algjörlega skilningur allra lögmanna sem ég ræði við og var minn skilningur á þeim lagaákvæðum sem var að beita til þess að rannsaka okkur að fjölmiðlafólk var undanskilið.
með vísun í það að fjölmiðlar þurfa að geta tekið á móti jafnvel illa fengnum gögnum. Já. Og við þurfum ekki að gefa upp heimildarmenn okkar og við höfum notið ákveðinar verndar. Og svo það kemur það ofan á að við getum heldur ekki varið okkur hvort sem það á opinberu vettvangi eða í efnislega í yfirheyslum hjá lögreglu vegna þess að við höfum enga heimild til þess að ræða neitt sem getur varpað neinu ljós á hver mögulegur og ómögulegur heimildarmaður okkar Þannig að þú veist, það hreyfði rosalega í mér að þegar lögunum var beitt með þessum hætti gagnvart fjölmiðlufólki. Einhver myndi spyrja núna, tókst Samherji að draga tennunar úr þér? Því við þekkjum alveg þá umræðu að lögreglan á Akureyri hafa einhverju leyti aðhafst vegna þess vald sem útgerðin í héraði hefur. Já, ég bara veit það ekki. Ég ætla ekki að fara að vera með fullyrðingar eitthvað sem ég get ekki sýnt fram á. Ég veit ekkert hvort að það hefur verið einhver bein tengsl þarna á milli eða hver áhrif fyrirtækis í heima hér að á umdæmislögreglunar. En það vekur athygli mín að síðast í gær eða fyrir að það sé ég mynd af þér í Mogganum í þessum máli sem að verist afturverða Moggin að reyna að blása aftur lífi í þetta mál. Já, þeir að skrifa greinaröð sem eru svona uppistuðu bara eins og 2,5 árs gamlar bloggfærslur eftir Pál Vilhjálmsson þetta mál. Ég þekki þetta mál ég myndi sennilega að segja betur en allir vegna þess að ég hef lesið öll málsgögnin oftar en einu sinni. Ég var byrjaður í því síðast sumar að vinna í bók þetta mál sem ég síðan svona kannski komið 60-70% áfram með og setti bara á hilluna þegar aðstæður mínu lífi breyttist og og líka þegar rannsóknin var bara á endan felld niður. Þannig að ég þekki alla krók og kima þessa máls. Ég var líka tók það að mér vegna þess að ég fann til mikillar ábyrgðar gagnvart öðrum sem unnu eftir mínum tilmælum í þessum málum að svona íta á það að þessari rannsóknir í flýtt eins og kostur væri og var þá í mjög reglulegum samskiptum við lögregluna á Norðurlandi Eystarvæði mínu lögmanni á endanum vikulegum til þess að reyna að fá upplýsingar það hvar þessi rannsókn stæði og reyna að fá skýringar á það hvaða háttsemi við hefum átt að sýna á okkur til þess að hljóta þessa stöðu og fengum aldrei neinn svör. Þangað til að að rannsóknin var felld niður sem var óumflýjanlegt og ég vissi alltaf að yrði niðurstaðan. Þú varst alltaf með reynt mjöl í pókahotninu eins og kollegar þeim. Já. En ég bara get ekki svara þessum spurningum sem verið að velta upp og meira sig af öðrum fjölmiðlum þessi einkennilega og það hljómar vegna þess að ég má ekki tjá mig mögulega og ómögulega heimildamenn og það snerist þessi stutta yfirheyrsla sem ég fór í hjá lögreglunni í ágúst 2022 rúmum 2 árum áður en að þessi rannsókn var loksins felld niður. Hún snerist bara þetta, var svona almennar spurningar hvaðan ég hef komið inn í fjölmiðla og svona og hvernig ákvarðanir inn og ritstjórn eru teknar það hvaða efni erindi við almenning og ekki eins og þetta einhvern veginn að koma lögreglumönnum við og þau hafa einhvern veginn að hafa einhverja skoðun á því hvernig við ákveðum þetta en ég svaraði þessu bara bara mjög skýrlega fór yfir þetta og svo þegar bara koma spurningum mögulega og ómögulega heimildamenn þá þetta vísa ég ákveði fjölmiðlalega sem veita mér enga heimild til þess að brjóta lög og fara að tjá mig það þannig að þetta er mjög skrítið ferli. Hvaða angar íslenskar spillingar eru skæðastir nú stundir? Við höfum séð útgerðarmenn spretta upp sem gríðarlega öfluga auðstétt sem eru að kaupa sér hluti í alls konar öðrum fyrirtækjum sem ekki tengja sjávarútvegi. Það eru ýmsar spurningar sem að hafa kviknað erindi Morgunblaðsins síðustu vikur hvenær er fjölmiðill og hvenær er fjölmiðill með agenda í einhverju pólitísku erindi. Við vitum hverjir eiga Moggan
eru bankarnir allar þær furður sem við verðum vitni að þar, hvernig það orðið algjört rof á milli bankakerfisins og almennings. Þú væri nú enn í þínu gamla starfi, það væri ritstjórnarfundur, hvert helsta spillingar megin samtímans? Sko ég og ég meina það alveg og það kemur alveg frá hjartarótum að mér finnst sko það umhverfið sem kannski heimilar spillinguna. Ef við skilur hvað ég við og ef ég held áfram út frá þessu sem ég var að tala áðan að við erum sko komum úr svona samfélagsgerð þar sem lengi vel þótti bara eðlilegt að hlutinni væru þannig að þeir væru svona undir geðþótta ákvörðun þeirra sem faru með valdið hvort þú fengir ykkur gæði eða ekki og svo verður mikið breytinga á þegar við göngum í Evrópska efnahagssvæðið og fáum stjórnsýslulög sennilega einhver mesta gæfa sem við höfum fengið fyrir utan allan efnahagslega ávingin sem fylgdi því að ganga að taka upp þann samning út af því að stjórnsýslulögin þau auðvitað setja alls konar ramma á það hvað hægt að gera og hvað ekki og við höfum séð mjög margt í regluverkinu virka og senda skýr skilaboð það hvað má og hvað ekki í gegnum tíðina við séð til dæmis það ekkert fyrir mörgum árum síðan þegar voru miklar umræður akstur þingmanna og að þeir væru í sjálftöku í gegnum akstursgreiðslur sem þeim stóðu til boða á þinginu og það leiddi til þess að því fyrirkomulagi var gjörbreytt þessu aksturs fyrirkomulagi og þar var líka sérstakur fókus á því hvernig þingmenn væru mögulega að nota þess akstursgreiðslur í aðdraganda kosninga, í kosningabaráttu og það voru sérstaklega reglur það til þess að takmarka slíkar notkun. Við sáum næri tíma umboðsmanns Alþingis taka bankasöluna sem átti sér stað 2022 fyrir og komast þeirri niðurstöðu að þá var þetta fjármála- og efnahagsráða hafi raunverulega ekki skort hæfi til þess að taka ákvörðun sölu á hlut til pabba síns og þetta þetta það sem gott að sjá að við erum að umhverfið einhvern veginn að virka til þess að taka á þessu þannig að þetta sé ekki bara einhvern veginn við að benda á eitthvað heldur að við séum með reglur og lög og eftirlitsstofnanir sem virka til þess að takast á því og mér finnst margt hafa breyst til batnaða þar síðustu misseri við tökum bara þessa bankasölu sem dæmi þar sjáum við sko Ríkisendurskoðun skila mjög beinskeyttri skýrslu sem áfelli yfir þeirri stofnun sem stóð að þeirri bankasölu við sáum aftur umboðsmanns Alþingis gera það sem hann gerði við sáum fjármálaeftirlit Seðlabankans fara í mjög aggressíva rannsóknir á söluráðgjöfunum sem skilaði metsekt á Íslandsbanka sjálfan og það enn aðri söluráðgjöfar ennþá í rannsókn vegna þessa þannig að það mér finnst margt af þessu sem var einhvern veginn að benda á í gegnum tíðina það aðeins að þokast í rétt átt. Við erum aðeins að fullorðnast sem samfélag og ég held að það verði mjög hollt óháð því sem ég að gera í dag og hvar mínir hagsmunir í pólitík liggja í dag. Ég held að mjög hollt þegar verða svona stjórnarskipti upp á pólitíska menningu sem flæðir út í stofnanirnar að flokkar sem hafa meira og minna setið við völd á Íslandi hverfi frá að minnsta kosti tímabundið og komi þá aftur tilbaka inn í annars konar menningu. Ég stundu sagt að þetta sé svona dálítið svipað eins og gerðist 94 þegar R-listinn náði völdunum í Reykjavík og stjórnsýslan í Reykjavík fór úr því að vera svona valdbúðandi stjórnsýsla í að vera þjónandi stjórnsýsla og ég hef mikla væntingar og mikla trú á því að þetta moment sem eiga sér stað núna gæti mögulega skilað okkur á svipaðan farveg en við höfum auðvitað langt í land það margt sem auðvitað ennþá dálítið skrítið.
Sko ég held við þurfum líka að ræða í einu orði fyrirmyndir og það sem að þykir í lagi og sko og við erum að sem sagt Bjarni Benediktsson hann ekki lengur við völd hann ótrúlega löng hneykslismála saga sem fylgdi honum og minni tiltrú gagvart playerum þarna í brúnni í stjórnmálakerfinu heldur að það eitt og út fyrir sig sé samfélaginu til bóta að það ekki Bjarni Benediktsson lengur sko ég held að að það sem gerist eftir hrun og það alvarlegasta sem við missum traust á milli almennings og stofnana samfélagsins og þá mjög nauðsynlegt fyrir alla stofnanir samfélagsins hvort sem það Seðlabanki Íslands eða lögreglan eða dómstólar eða Alþingi eða borgarstjórn Reykjavíkur að gera allt sem í sínu valdi stendur til þess að endur byggja þetta traust ákvarðanir þurfa að vera hafnar yfir allan vafa og það sem hefur verið að mínum mati á undanförnum árum aftur trekk hvort sem það skipun sendiherra eða afgreiðsla á málum þar sem einhvern veginn svona grunur það að einhver hafi verið að skara elda í einköku að þær ákvarðanir hafa ekki verið með það einhvern veginn að leiðarljósa og auka traust í samfélaginu heldur fyrst og síðast persónulega hagsmuni þeirra sem voru þar undir og mikil ósvífni oft sko, mjög langt á milli vilja almennings og einstakra ákvarðana. Já og oft og taktíkin og hún heppnaðist oft mjög vel hún þessi þegar fingurinn bendir á tunglið þá horfum við fíflið á fingurinn og reyna að fá fólk til þess að festa sig í forminu það að segja síðasta dæmi var nú bara í aðdraganda kosninga út af þessum hvalveiðivídeóum sem sonur Jóns Gunnarssonar var í þar umræðan fór á 10 sekúndum frá því að snúast efnisatriðin í þessum myndbandsupptökum yfir því að snúast formið það hvernig þessa efnis var aflað og frammeins og óskamfellið þar og þetta bara virkar þetta sama og gerðist í þessu máli og þess vegna alltaf verið að trommit upp aftur og aftur okkar varandi skerulega til Samherja allir búin að gleyma innihaldi þeirrar umfjöllunar eða margir það, þú veist, bara hvað þarna voru samskipti ákveðina starfsmanna og greiddra ráðgjafar Samherja við alla helstu toppana hjá Samherja og það hvernig ætti að beita sig gagnvart alls konar fólki við það í samfélaginu og að Samherji baðst afsökunar á þessu fyrirvaralaust strax í kjölfar umfjöllunar tók ábyrgð á því sem hafði átt sér stað og sagðist að það gengið á langt en núna einhvern veginn eins og þetta ekki gerst og núna þetta einhvern veginn svona málað upp eins og þetta hefur bara verið góðglatt spjall þriggja vina í einhverju samskiptaforriti og formið, þú veist, öll athyglin á formið hvernig nálguðust blaðamenn þessi gögn og búin til einhver reyfarakend brjáluð saga byrlanir, eitranir geðveiki og alls konar sem á sér enga stoði í raunveruleikanum og allir sem hafa farið í gegnum gögn málsins eða kynnt sér þetta veita það, skilurðu. En af því þú minnist á Namibíumálið, hér var fyrir viku Þorvaldur Gylfason sem í hópi þeirra sem að halda því fram að Ísland sé ekki réttaríki. Við séum svo gjörspillt og það séu svo djúpar tengingar að þær ná inn í dómstólana. Þú reyndir að fara í meiðyrðamál, þú vannst það í héraði, þú tapaðir því í landsrétti, Hæstiréttur vildi ekki taka það fyrir. Ég veit ekki hvort það hefur hvort svo persónulega reynsla hefur einhver áhrif á viðhorf þitt til dómskerfisins en stór orð hjá Þorvaldi en við höfum beðið núna eftir því að þetta Namibíumál verði tekið fyrir hjá íslensku dómstólum það ansi langt síðan það kom upp vekur það eitt og sér ugg í þínu brjósti að það sé ekki komið lengra eða eru eðlilegar skýringar sem að valda þessum tölum? Ég auðvitað og sammála því að við séum ekki réttaríki og við erum réttaríki sem að mörguleiti virkar ágætlega en alls ekki fullkomið og ég get alveg leyft mér að vera
sem leikmaður og ég auðvitað ekki lögmenntar en ég, þú veist, hef tamið með það þegar, þú veist, það koma dómar sem vekja átekli minna eins og einhverjir dómar sem snúi í málu sem ég sjálfur aðeila að eins og þessu meiðaramáli að fá fólk í kringum mig sem eru með lögfræði kunnáttu til þess að chippa inn og segja mér bara blákalt það hver þeirra skoðun niðurstöðun og það var mín niðurstaða og minna ráðgjafa að niðurstaðan í þessu meiðaramáli, mér fannst hún einkennileg en ég tek henni vegna þess að þetta bara farvegurinn. Það er kannski grunur að öflin sé að hegna þér. Já, þú veist, aftur, þú veist, á samaskapi þá líti ég ekki á héraðsdóminn sem féll í þessu máli, sem ég fannst mjög góður og vel uppiður og féll okkur í vel, sem að þar hafi einhvern veginn öflin verið að hygla mér og þá ætla ég ekki að líta á það að Landsréttur hafi með einhverjum hættum verið að refsa mér fyrir eitthvað. Þetta var bara niðurstaðan, maður verður bara takinni. Varðandi rannsóknir á málum þá það auðvitað þannig og út af því að það voru svo mörg af þessum málu sem að sem voru eftir bankahrunið tók alveg ótrúlega langan tíma og ég þeirra skoðunar að mál þau mega ekki taka of langan tíma af ýmsum ástæðum. Fyrsta lagi þá það bara óbærilegt fyrir þá sem eru undir í málum að þeim sé gert til dæmis eins og var í einhverjum málum eftir bankahrunið að setja kannski á sakamannabekk í 9-10 ár eða sem sagt áður en að málin fá endanlega niðurstöðu út af því að það gildir auðvitað að þú ert saklaus sekt sönnuð að því sögðu þá eru auðvitað eitthvað að þeim tíma, þeim sjálfum að kenna vegna þess að þeir eru beitt alls konar leiðum til þess að tefja ákveðna anga málsins en í svona stóru máli eins og þessu Namibíumáli ef þú setur í samhengi að það koma 2 ár í COVID í millitíðinni og að málið hefur marga alþjóðlega anga til Namibíu til Noregs, eitthvað litið Færeyja þá þótt að sé óheppilegt að málið taki svona langa tíma þá það ekki það ekki alveg óskiljanlegt að það sé svoleiðis. Þú ert ekki tortrygginn? Nei, og ég held að þetta mál verði alltaf, þú veist, rannsókn málsins henni verður alltaf lokið með einhverjum hætti. Ég held að það verði þú veist, ég held að hljóta verða núna einhvern tímann í nánustu framtíð að það verði þannig að þeir sem hafa verið að rannsaka þetta núna frá því í nóvember 2019 að þeir komist á, þú veist, taki málið, rannsóknina setji það fyrir fram saksóknara sem þarf að taka ákvörðun það hvort að falli verið frá því eða hvort að verið farir í ákærur og þá gegn hverjum. Þannig að ég óttast það ekki og líka bara vegna þess hvernig þetta embætti var með þessi bankahrunsmál og getum minna að það var rosalegu þrýstingur þar. Það var rosalegur. Og mikið áhrifafólki í pólitík og viðskiptum sem beitti sér mjög hart. Við sáum, ef við rifjum til dæmis upp þegar upplýsingum hlutabréf dómara var lekið inn á fjölmiðla í lok árs 2016 sem eru þetta afleitt að dómarar hefðu verið að telja sig hæfa til þess að dæma í málum og geta mögulega skemmt niðurstöðu málana þegar þeir áttu einhverja fjárhagslega hagsmun undir. Annað afleitt mál þegar lögbann samþykkt á viðkvæmar upplýsingar í aðdraganda kosninga. Já, ég ætla að tengja þetta aðeins saman en þú veist, þau komu innan og glindi og þau áttu sannlega erindi og allir sem fjölluðum þau áttu að gera það sko. Það er ekki vafi, menn þetta var bara þannig að þetta var ekki í lagi og þetta að þessu farið fyrir endurupptökudómstól en það var augljóst að þessi gögn komu inn á glitni alveg eins og gögnin sem stundin síðan fjallaðum í aðdraganda kosningarna nokkrum mánuðum seinna sem fjölluðu þá fjárhagslega hagsmuni formanns stjórnmálaflokks og fjölskyldu hans þannig að það var sett lögbann á eitt það var ekki sett lögbann á hitt þetta er alltaf setið dálítið í mér og ég hef ekki fengið neinan handbæra skýringar á því hvað allir þessu. Það setur í allir þjóðinni held ég, meira og minna. Vegna þess að ef að niðurstaðan hafi verið svo að það ætti ekki erindi, persónulegar, fjárhagslegar upplýsingar valda fólks í samfélaginu. Ég þeirra skoðunur þetta allt að hefði átt erindi og þetta getur séð að lögbann nokkuð skapaðan hlut. Þá hefði þetta gilda einhver meginregla og hún var augljóslega ekki til staðar. Nei.
tími okkar senn á þrótum. Ég veit að við þyrftum eiginlega klukkutíma til þess að ræða það sem að mér langar til þess að nefna við í örstuð. Það ESB. Þú trúir á því að okkar hagsmunir sé betur borgið í ESB, ekki satt? Ég ekki það sem myndi kalla hreintrúar. Nei. En ég þeirra skoðunar að það eru öll líkindi til þess að ESB myndi færa okkur fleiri kosti en galla, en ég ekki þeirra skoðunar heldur að þetta sé fullkomin lausn. Nei, ég var með nokkra viðmælendur í fyrrnefndri bók Besti vinur aðal spillingu sem að héldu að það geti verið gott fyrir okkar einsleitu einangruðu eyþjóð með okkar einsleitu einangruðu spillingu sem getur komið saman í mjög harðan neikla sem að erfitt fyrir utan að koma til öfl að krukka eitthvað í, að bara þau rök, spillingaraukin, að það þá skárra eins og sumir nefndu það að verða hluti af samevróskri spillingu heldur en vera alltaf með hennan séríslenska spillingar. Já, það sem gerist ef við tökum upp aðra mynd og verðum hluti af miklu stærra myntsvæði, að þá fjarlægð hindrun fyrir til dæmis fjárfestingu inn í landið. Og með erlendri fjárfestingi fylgir líka svo menning, fjárfestingamenning sem annars staðar frá. Þá líka fjarlægð hindrun sem mörg fyrirtæki í verslun og þjónustu setja fyrir sig það að setja upp shop á Íslandi sem að leyfa sér að sleppa út af því að krónan breyta í viðskiptamódelinu sem þykir óeftirsóknarverð og við getum fengið þá aukna fjármálaþjónustu utanfrá sem við þurfum ekki að sækja bara til þeirra sem starfa á innlendum markaði og þá dregur það úr völdum og áhrifum þeirra sem stýra þessu bankakerfi á Íslandi líka, þannig að það allt saman gríðarlega jákvætt og ég hef séð þetta sem einn helsta kost þess að ganga inn í Evrópusambandið. Það að ég nokkuð viss það að erlend fjárfesting til Íslands myndi aukast og myndi koma tölverð viðskiptamenning annars staðar frá sem til bóta og myndi þroska viðskipta og efnahagsumhverfi á Íslandi. En þeim stórfyrirtækjum sem þegar gera upp í tvöföldu kerfi, þau náttúrulega vilja hafa óbreytt ástand. Ég ekkit alveg viss í öllum tilfellum. Ég held að mörg stóru útgerðarfyrirtækin sem orðin, þú tala ekkit mikið það og ekki að sannlega ekki öskrum það á torgum sem orðin á mér stærstu útgerðarfyrirtæki í Evrópu og með mikla kvóta í Evrópusambandinu og við Grænland og víðar. Ég ekkit viss að ef það kemur upp svo staða eins og alþjóðaumhverfið að þróast núna að það skapist meiri þrýstingur á Ísland að ganga inn í Evrópusambandið utanfrá, ekki innanfrá. Það núna, við höfum fyrst og síðast verið að takast á við þrýsting innanfrá þeir sem vilja ganga í sambandi á Íslandi, en utanfrá ef að öryggisaðstæður breytast eða einhverjir hagsmunir sem raðast hann út af einhverjum tollastríðum að Ísland þarf að akút að fara að taka ákvarðanir það hvernig það ætlar að haga þessum samskiptum og kannski ef að EES-samningurinn ekki að duga eins og hann hefur verið að duga þá ég ekki viss að það verði einhver ein lína í stórútgerðunum þetta því að hagsmunir þeirra í Evrópu meiri og hagsmunir þeirra í því að eiga áfram aðgengi að Evrópumörkuðum og Evrópukvótum meiri en þeir hagsmunir sem þeir hafa í því að geta borgað starfsfólkinu á Íslandi í krónum. Rétt í lokin, Þórður Snær Júlíusson, kæra þakkir fyrir gott spjall. Var það góð blaðamennska hjá Stefáni á Mogganum að draga upp málin sem að leitu til þess hjá þér að þú hættir við þá ákvörðun að þiggja þingsæti þegar það bauðst? Ég bara ætla að segja pass vegna þess að ég skil alveg pólitísk mótíf þegar fólk í frambúði til þess að reyna að hafa neikvæð áhrif á þá sem þú lítur á sem ógni aðstæðinga og það ekkit annað fyrir mig að gera en að einfaldlega að sætta mig við það sem var og draga línu í sandin og halda áfram. Ertu sáttur við þína ákvörðun í dag? Ég ennþá þeirra skoðunar að það var ekkit annað fyrir mig að gera á þessum tímapunkti en að stíga til hliðar vegna þess að það voru 2 vikur í kosningar, þetta var komið í 5. 7. dag í umfjöllun, þetta voru stærsta mál
kosningana taldi það til að voru 77 fréttir skrifaðar á nokkru dögum Þannig að þú telur ljóst að útkoma Samfylkingarinnar hefði orðið verri Já, það var þannig að Samfylkingin hafði ekki færi á að tala sín góðu mál vegna þess að hún var föst í því að tala þú veist, einhverja tilraun í minni til þess að vera ögrandi og sniður en var bara skaðalegur og lélugur þegar ég var bara ungur og ábyrgðarlaus maður í allt öðrum tíðaranda og allt öðrum umhverfi og það var bara búið að mála þetta upp svona sem risamál og ég þurfti bara, ég gat ekki breytt í ég þurfti þá að taka ákvörðun það hvernig ég ætlaði að bregðast við og það var mín niðurstaða þá að ég bæði fyrir flokkinn sem ég var að bjóða mig fram fyrir þannig að hann geti fengið það svigrúm sem hann þurfti til þess að tala sín stefnumál og ná þeim árangur sem hann ætlaði að ná sem var að leiða ríkisstjórn og hann náði og svo fyrir mína nánustu sem þetta bitnaði mjög mikið á að það var heillavænlegast stíga til hliðar og ég er enn þann dag í dag þeirra skoðun að það hefur verið rétt ákvörðun. Heldur að Stefán Einar hefði tekið í sömu tökum eða hefði verið frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins? Ég ætla bara að temja með það og hef tamið með það að vera ekki gíski eðurnar hann þú veist þetta ef að skulum orða þannig ef að þeir sem maður svona álíkt að séu með pólitískt mótíf í því sem þeir að gera fá okkur svona hendunar ég skil auðvitað að þeir munu nota þetta sem er að koma að höggja á mig ég næ því alveg Hvernig líður þér í þessu starfi að vera framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar? Mér er ótrúlega vel og þetta er ofsalega skemmtilegt og fjölbreytt og ável við mig og búin að afplána góður farvegur til þess að gera gagn það er líka gaman að vinna með svona, það er svo mikil eldmóður í þessum hópi sem ég er að vinna með, þetta er svo mikið af nýju þingmönnum fólk sem er að stíga þessi skref í fyrsta sinn og og svo þessi eldmóður, hann smitast yfir og alla aðra og hingað til hefur þetta bara verið alveg ótrúlega skemmtilegt þetta er rosalega krefjandi en líka mjög gefandi. Og þú ert búin að afplána fyrirverandi blaðamaður? Já, maður aldrei að segja aldrei þú þekkir það, Björn. Já, ég þekki það. En eitt að lokum, muntu bjóða þig aftur fram? Er það svona, er þingmannsstóllinn það sem að þú ert með augun á? Ég bara í fullri hreinskilni bara veit það ekki. Það er eitthvað sem ég ætla bara að skoða eða hugsa þegar nærdregur þörf á slíkri ákvörðun með þeim sem standa með næst. Ég hef ekki tekið neinar ákvarðanir þá veru. En muntu halda áfram að skrifa samfélagsmál eins og þú hefur það að gera? Já, ég er ennþá með fréttabréf sem ég birti einu sinni í viku sem heitir Kjarnýrt og er alveg með 4.000 mann sem eru áskrifundur af því og ætla að halda því áfram meðan það gefur mér eitthvað og það er ekki til vandræða fyrir þá sem ég er að vinna fyrir. Þórir Snær Júlíusson, kæra þakkir fyrir skemmtilegt og upplýsandi spjall. Takk. Og við förum yfir í aðra sálma, áhorfendur og hlustendur, góðir ekki fara langt. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.